Góða kvöldið kæri áhorfendur og verið velkomin með okkur hér í loka umferðina í fyrstu deild karla í körfubolta þetta árið, eða þetta tímabili skulum við segja. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessari lýsingu, já í fyrsta sinn, Bjarki Jens Scott. Velkomin. Takk fyrir boðið. Já, ég rakst á Bjarka í bakarín í morgun og heyrði hann panta og ég hugsaði bara þessi rödd á heim í sjónvarpi. Ertu ekki bara sáttur með það að vera mættur hérna? Já, ég hugsaði fyrst að segja nei en þegar þú fórst að slá mig með þessum gullhamrum þá var ég að taka boðið. Já, maður kann þetta sko, það ekki takt að segja nei. En þetta tímabil búið að vera áhugavert fyrir margt. Þú hefur fylgst með liðinni í vetur. Já. Hvernig svona myndirðu meta þetta tímabil svona hinga til? Þetta bara búið að vera fínt, þú veist, að svona reyna að ná smá stöðuleika í þetta. Náttúrulega þannig sé búið að falla 2 ár í röðu, það ekki? Jú. Rétt hjá mér. Þannig að bara fín stað í deildinni og mikið af ungum og efnilegum strákum að fá góða reynslu. Þannig að ég er bara mjög sáttur með tímabilið hingað til. Já, þetta hefur verið svona sveiflukent. Þetta var svona framan af voru þeir að vinna leiki og leikinu sem töpu voru að tapa oft svona með litlu mun og jafnvel svona undir lokin. Kom síðan frekar mikið svona down tímabil þess að þeir tiltu sér dálítið hressilega í 9. sætið en undanföllum leikjum hefur verið svona pínlítið annan bragð, tók sér til að unnu Álftanes sem dæmi. Já, algjörlega og það hefur verið svona, maður sér það ef maður fer yfir leikjaplani til dæmis í mars að það hefur hentað þessi svona high volume leikir þar sem að svona verið að hlaupa mikið og skjóta og mikið af stigaskori en eins og þú nefndir með þessa leiki sem voru tæpir og tapast með litlum mun, þá er það allt bara í reynslubankar myndi ég segja og mjög gott fyrir ungu leikmennina að fá að taka þátt í því. Algjörlega, ég held að verðum að fara að drífa okkur í að kíkja á leikmannahópana sem að hittast hér í kvöld. Hjá skaðaliðinu nr. 2 Hjörtur Hrafnsson, nr. 4 Daði Már Alfreðsson, þannig að sjáum við engan leikmann nr. 3 í kvöld. Þórður Freyr Jónsson ekki í leikmannahópnum, hvað sem veldur því. 5 Frank Gerritsen, við þekkjum hann nú betur sem Frank Gerritsen fyrir gefið Gabriel Adestek, nr. 6 nr. 7 Július Duranóna, nr. 10 Lucien Thomas Kristoffis, nr. 11 Alex Tristan Sigurjónsson, nr. 13 Jónas Steinarsson, nr. 16 Felix Heiðar Magnason, nr. 18 Ellertór Hermundarsson og nr. 24 Jalen David Dupree. Og Nebojša Knesevits þjálfari. Hjá Skallagrími það Almar Orri Kristinsson nr. 0, Keith Jordan Jr. nr. 2, Marino Þór Pálmarsson nr. 7, Davíð Guðmundsson nr. 8, Björgvin Hafþór Ríkarsson nr. 9, Bergþór Ægir Ríkarsson nr. 11, Orri Jónsson nr. 13, Milorad Sedlarajevich nr. 20, nr. 23 Kristján Sigurbjörn Sveinsson, nr. 27 Alexander Jón Finnsson og Atli Aðarsteinsson þjálfari þeirra. Skallagrímsmenn eru nú í ágætismálum, eru í úrslitakeppni sæti, það ekki rétt hjá mér? Jú, gott að þeir voru ekki í 5. sæti. Já, og eiga þá væntanlega að þeir 4. sæti fyrir ekki? Já, þeir eru í 4. sæti og eru að fara að mæta Sindra og Sindri auðvitað með heimaleikjaréttinn. Þetta ekki ókipis fyrir það. Það verður áhugavert að í rauninni úrslitakeppnin klár. Þar mætast Hamar og Fjölnir, liðin í öðru og 5. sæti og síðan Sindri og Skallagrímur. Hverjum myndirðu spá upp með Álfnesingum? Ég held að Hamarsmenn séu sterkasta liðið þarna. Ég held að það hafa sýnt sig í deildinni í vetur. Mér finnst langt líklegast að þeir taki þetta. Já, akkurat. Voru ansi skemmtilegir leikirnir hjá IA og Hamri þar sem að IA vann báða heimaleikina. Það ekki rétt munið hjá mér? Ég held að ég sé alveg að fara með rétt mál og voru í rauninni í góðum málum í Hveragerði þangað til að eitthvað gerðist. Já, það var mikill hasar í þessum leikjum. Já, byrjunarliðin komin inn á og alltaf verða klárt. Og það eru Skallagrímsmenn sem að vinna uppkastið og það hérna Björgvin Orri og Keith sem að ræðst hér beint á körfuna og setur fyrstu 2 stigin á töfluna. Það var góð hreyfing hjá honum, en kannski
full einföld hreyfing til að losna frá sínum manni. Algjörlega. Sjáum að Frank stjórnar leiknum, svona virðist vera fyrir IA. Gabriel fer í árásina, hikar, setur hann út þarna og Lucien að halda þess inn á 2 sekúndur á klukkunni, fer í þristin, hittir ekki og það er Milorad með frákastið. Milorad í byrjunni, einnig Bergþór Ægir sem og Björgvin Hafþór. Horri. Þegar maður sá svona á tímabili vetur þegar maður eigði vonum að IA ætti séns á úrslitakeppni sæti, þá horfði maður á þennan leik hérna og hugsaði bara, vá, þetta gæti orðið rosalegu leikur. Já, algjörlega. En í rauninni ekkit undir nema stoltið og þú kannski þekkir það nú sem innfættur skamaður og fyrir leikmaður IA að leikir á móti Skallagrími eru aldrei einskisvirði. Nei, algjörlega, það er Vesturlands stoltið. Það er algjörlega málið. Það telur. Gleymið því ekki að í fyrri, þessi lið hafa mæst tvisvar hér í vetur og það var með ótrúlegri endurkomu sem að Skagamenn unnu fyrirleikliðana hér. Já, ótrúlega spennandi loka mínútur þar. Endaði 85-80 með vinni rétt, svo leikur. Já, ég held að Skallagrímur, ef ég man rétt, voru með einhver 18 stigum yfir þegar að, já, bara undir lok 3. leikludagi var eitt. Og já, ég man eftir því að við vorum með hennar leik í beinni að sjálfsögðu og ég var að hvetja fólk til þess að horfa bara á 4. leiklutan aftur, því að það er einn magnaðasti leiklutur sem ég hef séð allavega hérna á Skaganum í langan tíma. Jalen í tvistinn, setur hann niður. Konur á blað, gott á fyrstu köruna. Einhver smá vandræði með klukkuna hjá okkur hérna. Ég veit ekki akkur hún sýnir bara já, hún sýnir nú bara 22:21 og skotklukkan er ekki virkja okkur heldur. Ég er ekki alveg með á hreinu hvað er að gerast hérna. Við kannski reynum að finna út úr því hér á eftir á meðan að Keith Jordan Jr. misnotar hér víti. Sér að vítið fer niður og Skagamenn þurfa að vera ákveðnar í sóknarleiknum. Þetta er svolítið tilvíðanlegent eins og komið er. Villa dæmt hér á Orra. Skallagrímur að spila harða vörn. Gleymið því ekki að Skallagrímsmenn eru auðvitað náttúrulega að undirbúa sig eins og segi fyrir úrslitakeppni og þar alveg til hljóta er að nálgast þennan leik sem í rauninni svona undirbúning fyrir það. Já, algjörlega. Þetta er síðasti leikurinn. Fínstilla allt sem hægt er að fínstilla. Lucien í þristinn, dansar að hringnum, mikil baráttum frákastið. Keith Jordan enda með það. Og þá er það Milorad. Hann fer í þristinn, beint og hann í. Falleg karma hjá honum, 8-2. Frank fyrir IA. Jónas með fallega hreyfingu, setur þetta niður. Já, vel klárað. Hvernig hefur þið lítist á þessa lánsstráka sem hafa verið að spila undanfarið? Þeir eru tveir hér innan núna. Já. Frank og Jónas. Já, það sýnir sig að þeir eru báðir í byrjunliðin í dag. Þeir eru að koma vel inn í þetta, en náttúrulega vantar hann Þórð, ekki? Jú, Þórður Freyr. Það er missir. Já, hann er búinn að eiga ágætisleikju upp á síkastið. Valinn í undir 18 landsliðið. Það er frábæra fréttir fyrir náttúrulega bara körfubolta á Akranesi og hann sjálfan að sjálfsögðu. Jalen með frákast. Jalen átti stórleik
hérna í síðustu umferð gegn Hrunamönnum. Skoraði þá 32 stig í leik sem við náðum ekki að senda. Frank í þristinn, dansar að hringnum. Það hefur vantað töluvert upp á 3 stiga nýtinguna hjá IA á svona mest allan vetur. Já. Og ekki síst hérna á heimavelli þar sem að þeir hafa verið bara kringum 20% á köflum. Já, það er náttúrulega alls ekki nóg gott og maður þykir svo sem vita að allir þessi leikmenn eigi og geti gert betur. Algjörlega. Þá er skipting. Bergþór kemur af velli. Góð vörn á Skagamönnum, sýnist það að verið Jalen sem hann Jalen held ég að hafa verið sem að truflaði skotið. Havel, fallið 3 stiga karfa hér. Líka munin í 8-7. Fín byrjun hjá Jónasi. Þetta er falleg hreyfing en skotið sveik Marino hana. Góð vörn hjá Frank, hann fór ekkert frá sínum manni. Geta Skagamenn komist yfir. Jalen fær boltan hérna, það er smá mismatch. Með Björgvin á sér, ekki nóg ákveðin. Lucien út á Gabriel sem hefur verið að setja þessi skot. Það fer af Lucien með frákastið. Inn á Jónas, Jónar Gabriel stígur inn að körfunni og kemur Skagamönnum yfir í fyrsta skipti í leiknum. 9-8. Það voru 7 stig í röð hjá IA. Marino inn að frábær vörn hjá Jónasi. Við höfum verið að sjá Jalen með þessi tilþrifi vetur. Já, gott að fá svona 2 stemningsplay í röð, sóknarfrákast og gott layup og svo blokk hinum megin. Þetta kemur Skagamönnum vonandi í gang. Já, sko nú velti ég fyrir mér ef maður horfir á hérna match-upið á liðunum. Gabriel með frábæra hreyfingu þarna að þarna erum við með Keith Jordan á Jónasi og í þessari síðustu sókn var Jalen með Orra á sér með töluverðan hæðamun. Spurning hvort að Skagamenn ættu ekki að geta nýtt sér það betur. Já, heldur þeir hafa verið að gera, ég veit ekki hvort þeir hafa bara einfallega verið að gera sér almennilega grein fyrir því. Hann allavega gerði sér ekki líklegan til að fara af fullri alvöru í þetta hann Jalen hann í síðustu sókn. Jalen farin af velli, Ellert Þór Hermundarsson kominn í staðinn. Davíð Guðmundsson einnig kominn inn á og sem á Kristján Sigurbjörn Sveinsson hjá Borgnesingum. Davíð stemmingsfrista maður. Gríðarlega góð skytta. Síðast þegar hann spilaði hérna í fyrirleikliðana þá sett hann einhverja 5 ef maður rétt, 5 eða 6. Keith Jordan með inn að tróð hér. Gabriel inn á Jónas og Ellert. Ellert óöppin hann eða klaufi skulum við segja kannski frekar. Já, þetta eru einhvers konar stresstilburðir myndum við að segja. Fyrst vel verið ykkur á því að eins og ég sagði það, klukkurnar á skjánu hjá okkur er ekki virkar eins og er. En kannski náum að kíkja betur á það hér þegar eitthvað róast hjá okkur. Keith Jordan út í hornið á Milorad. Það er örugt. Skallagrímsmenn komnir aftur yfir. Skagamenn voru að spila fína vörn en það er lítið hægt að gera í þessu.
Lucien ætlar sér að fara hérna 1-1 á móti Kristjáni. Gerir þetta ágætlega af spjaldinu aðeins og fastur. Jónas með gott frákast. Og Ellert í þristin. Dansar af. Þetta er búin að vera þrjú í rauninni ágæti skot sem hafa verið svona bara svona stöngin út stemming. Já, það er eins og þú talar áðan, þá er það svolítið búið að vera saga heimaleikjana í vetur í þessari 3 stiga nýtingu. Villan dæmd á Ellert. Keith á Milorad. Marino keyrir inn að körfunni. Villa dæmd önnur, er það önnur á Ellert? Já, 2 villur hérna á stuttum tíma. Missir af manninum og notar bringurinn til að íta við honum. Davíð. Lucien gefur honum engan tíma. Þetta er ódýr villa. Safna villum hérna eins og vindurinn núna og það er bara vítaskot. Algjör óþarf að brjóta hérna. Og fyrir að vítið honi á Davíð og síðara einnig gríðarlega öruggur á línunni. Jalen kemur inn á fyrir Jónas. Já, og dýrt að fá 3 villur á sig þarna einnig svo en þó 2 mínútur og 16 sekundur eftir á fyrsta leikluta. Gaman að segja frá því að maður hefur verið að heyra fregnir af því að Körfuboltafelag IA sé nú bara að sitja ekki dauðum höndum nú þegar þó að þetta tímabil sé ekki búið. Þeir eru byrjaðir að ræða við menn og þá jafnvel svona fyrrverandi leikmenn, unga leikmenn sem eru fannir annað, frábærlega spilað og leiklið sem að Nebojša Knežević tekur að þeir eru byrjaðir að hugsa næsta tímabil og leikmannahópinn. Algjörlega, og þegar að byrja að ná svona einhverjum stöðuleika í fyrstu deildinni þá er að gera og ekkert annað að gera en að byrja að byggja. Og það er akkurat það sem að hefur náttúrulega verið vandamálin 2 síðastliðin sumur eða 2 síðastliðin undirbúningstímabil skulum við segja að þeir hafa ekki, að IA hefur hreinlega ekki vitað að þeir væri í fyrstdeildinni nema sérstaklega fyrra árið bara með sko innan við viku fyrirvara en það var nú fyrirvara var örlítið lengri núna fyrir þetta tímabil. En það lítur að vera munur núna fyrir bara félagið, fyrir stjórnina, fyrir þjálfarana og leikmenninu þetta að vita bara hvað er standa. Já, þetta er allt önnur staða. Haldandi allt undirbúningstímabilið að þeir sé að fara í aðra deildina, budget og allt það. Það er munur að vera þá í fyrstdeildinu og vita með vissu hvað þeir verða á næst tímabili. Það er betra. Já, og ég ætla alltaf að leyfa mér að gera það að hvetja ef að það er einhverjir ungir fyrrum skagamenn uppaldir er að horfa eða hlusta að skoða það alvarlega, að koma heim og taka þátt í þeirri uppbyggingu sem er í gangi þetta. Þið viti alveg hverju þið eruð, strákar. Að gera. En þá er hvað allir Nebo hafi verið að ræða við menn núna, fannst honum skallagrísmenn vera að fá auðveldar körfur núna þessar síðustu mínútur? Já, passa að vera ekki menn með ekki missa hausinn. Það þarf að spila góða vörn en ekki vera að gefa frá sér auðveldar ódýrar villur eins og gerðist þarna í rauninni 3 í röð. Nú séðan og Jalen Davíð er á honum núna, 2 reyndar. Smá pat en Frank keyrður hálfpartinn út af þarna hefði maður oft séð dæmda villu. Lucien fer í árásina og skotklukkan klárast. Þetta er erfitt. Það er ekkert flæði í sóknarleiknum. Menn er að svona hálfpartinn missa boltan þegar þeir að taka við sendingum og þá eru aðrir að neyðast til að fara að dribbla. Nú eru bæði Keith Jordan og Milorad utanvallar. Frekar lágvaxið liðinn á þannig séð hjá Skallagrími.
það akkurat á svona tímapunkti sem maður myndi segja, herðu, komum boltanum inn á Jalen, látum hann aðeins þjappa vörninni saman, fá á sig 2-3 til þess að henda honum út eða klára. Já, algjörlega, láta þá brjóta á honum. Reyna að jafna leikinn í villulega séð, það er alveg klárlega mismats þarna niðri á póstinum núna. Já, Jalen ákveður að fara í þristin í staðinn, allt og langur. Fínasta frákast, þetta er nú leikmann með 12 sem að ég var nú ekki með á skýrslu hjá okkur áðan. Það er Kristján Örn Ómarsson. Vist vel verið einhver af því ef hann hefur vantað upp á skilti hjá okkur. En hann er alltaf komin inn á 17-11. Jalen af stað út í horni á Frank, þetta er erfitt. Ellert. Lucien síðan með smá pláss núna, frábær hreyfing hjá Lucien, óheppinn með skotið en Jalen gerir það sem hann á að gera hana. Já, hann gerist akkurat það sem við vorum að tala um. Hann fekk boltan á póstinum og kom reyndar boltanum með herkjum út í horn. En þá opnast svæði og það er miklu frekar að sé verið að taka svona ákvarðanir heldur en að Jalen sé að fara í ótímum bara að þrista. Frábærlega gert hjá Björgvini hérna og kemur langt skot allt og stutt. 19-13 eftir fyrsta leikluta. Það er kannski spurning hvort við getum kíkt á live-statið og séð svona helstu tölur. Sjáum að Hamar og Fjölnir, þar er staðan 16-17. Stigahæstu menn, Bjarki, hverjir eru það? Hjá Skagamönnum eru Gabriel og Jalen báðir með 4 stig. Frá Skallagrím er það Keith með 5 og svo koma Bergþór Almar og David með 2 hver. Jónas með 5 fyrir Skagan einnig hérna. Já, Jónas fyrir ekki. Fínasta byrjun hjá honum. Bæði 3 stiga karfa og undir körfunni líka. Og Milorad með 2 þrista fyrir Skallagrím. En er þetta er kannski svolítið myndum maður ekki segja svona pínu típiskur leikluti fyrir svona með við tímabilið hjá IA. Þessi fyrsti leikluti í þessum leik. Jú, þetta skotnýtingin kannski ekki alveg eins og maður hefði viljað hafa hana, sérstaklega fyrir utan. Okkar svona helstu ásar eru kannski ekki að skila miklu sóknarlega. Lucien með 0 af 6. 0 af 3 í þristum. 11% þryggjastæðanýting, 1 af 9. Það er frekar dapurt. Það er bara þessi þristur frá Jónasi sem minn sjálfsíðu þristur frá Jónasi. En það munar að sjálfsögðu Þórð Frey til dæmis í þryggjastæða skotunum eins og hann hefur verið að skjóta svona stóran hluta af tímabilinu. En eins og við vitum, Bjarki, báðir að þá er nú þryggjastæða skotið sterkasta og virtasta vopnið í körfuboltanum. Já, algjörlega, það telur meira. Það telur meira nefnilega. Þá er það annar leiklutin komin í gang. Frank á Gabriel. Atisteg sem fer í þristin, allt og stuttur. Frákastið hjá Kristjáni. Davíð á Björgvin. Keith. Ennþá utanvallar, Milorad ennþá utanvallar. Björgvin út á Davíð þurfti nú að teygja sér eftir þessum. Þetta er ekki best að fara beint í skoti. Þarna hefði hann átt að hætta við og reyna að fá boltan aftur. Já, og góð hjálpárni á Gabriel sem að þvingaði sendinguna út. Sendingin var einfaldlega ekki nógu góð til þess að Davíð geti gert sér mat úr þessu.
Frank Lucien, ágætis hreyfing á sókninni núna inn á slök sending frá Lucien en Frank stelur boltanum og Gabriel inn að körfunni, þetta bara öruggt 2 stig. Vel klárað. Kann alltaf að meta þegar menn fara sterkt upp frekar inn í ykkur slöfur. Það verður spennandi að sjá hvað Gabriel ákveður að gera eftir þetta tímabil. Ég veit að hann að hugsa sín mál og ekkert held ég fráhverfur því að vera áfram en heldur ekkert þannig síðan að leita annað. Það alls konar aðstæður sem að menn þurfa að taka með í reikningin en Gabriel hefur mér fundist vera einn af mikilvægari leikmönnum liðsins í vetur. Hann búinn að koma rosalega vel inn í þetta. Búinn að vera mjög stöðugur í sínum leik fyrir IA. Frank með frábæran þrist. Já, og hann það sem hefur heillað mig mest, einna mest við Gabriel að það ekki oft sem að maður sér erlendan leikmann sem að í rauninni leggur svona mikið á sig fyrir liðið. Svona þó ég vil ekki hallmæla öðrum erlendum leikmönnum að hann svona liðsmaður, hendir sér í gólfið skilurðu. Já, algjörlega. Og dekkar fyrir félagana. Hann engin luxusleikmaður, það þarf ekki að vera að dekka sópa upp eftir hann. Nei. En allt og auðveld karfa hana fyrir skalling, frábær sending frá Gabriel inn á Jalen og hann treður og fær vill að auki. Geggi sendingin inn. Frábær. Og það Bergþór sem að fekk þessa villu að koma Jónas og Július Duranona kemur inn á í fyrsta skipti. Og það leikhlé, staðan 23-20. Ágætis svona svar hérna í upphafi annars leikluta hjá Skagamönnum. Já, fengu á sig eina ódýra körfu þarna, annars hefur vörnin verið góð, menn að hjálpa, stíga fyrir og það munar það. Það byrjar allt í vörninni. Það gerir það. En eins og ég sagði á hann að þá var þetta síðasta umferðin í fyrstu deildinni og svo tekur úrslitakeppni við en þannig að við rauninni körfuboltinn að fara í pásu hérna á IA-TV þangað til í september, október og fótboltinn tekur við svona fullum krafti fljótlega og meðal annars beinútsending frá leik Kára eftir nákvæmlega viku sem ég langar að minnast á og það í Lengjubikarnum. Upplýsingar það hægt að finna inn á, nei fyrirgefið, það IA Hamar í Lengjubikar kvenna föstudagskvöldi 31. Kvennaboltinn sjálfsögðu á IA-TV og en upplýsingar dagskráin okkar að sjálfsögðu að finna inn á iatv.is sem og upptökur af öllum okkar beinum útsendingum í gegnum tíðina til ársins 2016. Það þetta hámhorfa þar heilu helgarnar. Ellert kemur að velli, Jónas kemur inn á. Tveggja stiga munur. Og Keith Junior kominn aftur inn á Davíðs aðeins skakkur. Gabriel á Jalen. Sjáum að Keith Junior á honum núna. Og Jalen fer í árásina á hann. Og fær villun á Keith, þetta vel gert hjá honum. Já, áraðin þarna var ekki alveg að komast fram hjá honum, þannig að náðu platan í að láta brjóta á sér. Já, getur nú jafna metin hér ef hann setur bæði niður. Fyrir að vitið ratar rétta leið. Og síðan einnig.
Villa dæmd á Lucien, það hvað önnur villan hans. Já, hann notar þarna vinstri höndina til að hægja á sóknarmannunum. Já, Orri kemur aftur inn á fyrir Kristján. Og Björgvin kemur hann inn á hárréttum tíma. Leggur hann snirt til Loni. Julius á Lucien. Vantar eitthvað. Gabriel fer á stað. Flott skot sem að dansar af hringnum. Keith í smá vandræðum en nær frákastinn á endanum. Björgvin keyra hérna 4-2 voru konur. Skaliðið komið tilbaka. Björgvin, fín vörn hjá Gabriel. Davíð í þristinn, aðeins og stuttur. Það ágætis fréttir fyrir í að hann sé ekki að finna fjölina sína. Jónas og Lucien. Gabriel inn á Jalen, frábær vörn hjá Björgvinni. Já, þessi setting var ekki alveg ákveðin, þetta var svona bananabolti, ekki alveg. Frábær hjálpavörn hjá Gabriel. Og Villa síðan dæmd á, Gabriel Adistek held ég sé, já. Og síðan bendingum hérna, Jalen hefði viljað fá hann aðeins herri. Þarft aldrei háan og góðan boga þegar varnarmaðurinn stillir sér svona upp fyrir framan að þó hann sé smærri en sá sem að vill fá sendinguna. Já, og það þarf líka að passa það að þetta sé ákveðin sending. Þetta má ekki vera laust. Þá hefur varnarmaðurinn tíma til að koma sér í ennþá betri stöðu. Frank kominn inn á fyrir Lucien. Og Mirolat gríðarlega örugg skytta. Ykkur munin í 5 stig. Hvað er hann með 3 af 3 eða? Hann er núna 3 af 4. 3 af 4. Lucien, nei fyrirgefið Jalen á Gabriel. Hann inn á Lucien sem að fær aðra villu á Keith sem að er ekki hrifinn. Frábær sending hjá Gabriel. Það er unnu vel saman 2 hérna. Ágætis. Hann sá það strax að Jalen var að fara að rúlla inn. Það ágætis frétt fyrir heimamenn að fá safna villum á Keith Jordan. Og Jalen bara öruggur á vítalínunni í kvöld. Keith Jordan fer bara einn á alla skagavörnina og setur hann onni. Julius rétt við það að missa boltan og sendir hann síðan út af. Julius hafði nú töluvert hlutverk hérna framan á tímabili. Hefur minkað aðeins eftir sem að liðið hefur á. Mirolat, Bergþór og frábæra tímasetningar á þessum köttum hjá þeim inn á teginn. Björgvin ekki síst. Já, þarna hljópa hann inn alveg óreittur. Varnarmaðurinn snýr í baki hann. Gabriel fær villun á hvern. Það er á Keith, 3. villan á hann. Er það þá... Hann trúir þess ekki... Er það ekki 4? Er það... Nei, er það? Nei, fyrirgefðu, þetta er 3. Já. Spurning hvort að hann haldi áfram að spila. 3 villur hérna og það er rétt 4,5 mínúti eftir að fyrir hálfleik. Frank í þristin af driplinu upp, gerir þetta vel.
En Skallagrímsmenn að keyra upp hraðan. Keith og Gabriel til varnar. Jalen á þannig að vera svona aðeins kannski ákveðnar í hjálpinni. Hann að sína sig meira en þetta fór í erfitt skot. Frank snýr við. Og á Gabriel. Gabriel, Mírólad til varnar. Gabriel keyrir inn að körfunni. Erfitt. Fær nær frákastinu og vill fá villu. Hann fær ekki neitt. Hefur svo sem ekki verið mikið í því að fá villur. Þetta var plakat. Lítið hægt að gera í þessu. Já. Það vantar ekki stökkkraftinn hjá Keith Jordan. Og heppinn að vera nuttir hann Jónas. Já, þetta nú aldrei svo sem skemmtilegt hlutskipti en það einhver að gera þetta. Þetta fylgir því að spila körfubolta. Þá skipting Július Duranona. Keith kemur að velli. Kristján í staðinn. Nei, fyrirgefið. Jú, Kristján kemur í staðinn. Kristján Sigurbjörn. Og Lucien kemur aftur inn á fyrir Július. Það eru séð betri innkomur hjá Júliusi heldur en þessa. Orri inn að körfunni. Vitlaus núningur á boltan hann hjá honum. Gabriel og Orri við það að stela honum. Gabriel á Lucien. Frank á Lucien. Gengur ekki að opna færi. Lucien með Orri með frábæra vörn. Og fremstur aðeins og stutt kominn hana fyrir þessa sendingu. Já, þetta var frábæra vörn með Skallagrim. Þá kemur Marino aftur inn á fyrir Bergþór. Það þarf að hreyfa boltan þegar það er að spila svona fasta vörn. Það er erfiðar að reyna að drippa sig um þetta. Algjörlega. Og til þess að boltinn fá að hreyfa sig þá þarf líka að vera hreyfing án bolta. Jónas. Kristján til varnar og Björgvin kemur bara niður og hirðir á honum boltan. Góðu kapli hjá Skallagrímsmönnum núna. Mírólad. Frábær sending inn á Orra. Og þá tekur Nebo Leikli mjög góðu kapli hjá gestunum. Skagamenn eru líka svolítið að leggja þetta upp í hendurna eins og þegar Jónas fekk boltan að það niður á póstunum þá hreyfði sig enginn, þá stóðu allir og biðu að sjá hvað hann ætlaði að gera við boltan. Já, og þetta er eins og þú sagðir áðan, þetta byrjar í vörninni. Þeir eru að vera að fá auðveldar hraðarpulskörfur núna eftir stolna bolta sem eru samt kannski ekkit endilega bara frábæri vörn að þakka, heldur kannski meira svona andvaraleysi og svona daufum sóknarleik. Já, þetta er búið að vera, þetta var líka svona í fyrsta leikluta. Menn er að senda boltan en ekki nóg ákveðið, menn er svona hálfpartinn að fömbla boltanum þegar þeir eru að grípa þá. Og svo standa menn kjurir þegar boltinn er sendur, þannig að það verður rosalega erfitt að ná okkur flæði í sóknarleikin þegar það er. En svo hafa Skallagrímsmenn verið að spila góða sókn líka, verðum að gefa þeim það, þannig að varnarleikurinn þarf að vera mjög góður. Þeir eru að kötta inn og eins og þú sagðir með tímasetningarnar, það eru búin að vera alveg upp á 10 hjá þeim. Já. En má ekki búast við Skallagrími og Hamri í úrslita viðureigninni með fullri virðingu fyrir Sindra, og þó að Sindramenn sitji nú í 3. sætinu fyrir ofan Skallagrím, þá er einhvern veginn, hef ég tilfinninguna fyrir því að Skallagrími komið til með að vinna það einvið. Já, ég held að ég er alveg samanlegaður í því. Munar ekki bara einum sigurleik á þessum tveim liðum. Þeir eru með mjög gott lið, Skallagrímur. Það hefur einhvern veginn verið líka fyrir mig fundist svona bragurinn og úrslitin hjá þessum tveimur liðum undanfarið. Þá hafa Skallagrímsmenn verið á töluverðu flugi svona síðustu 2 mánuðina
á meðan að Sindramenn sem voru í mjög góðri stöðu fyrr í vetur hafa svona aðeins dalað. Já, það er rosalega sterkt að koma með stemningu með sér inn í svona einvígi. Frank með frábæra körfu, erfitt en vel gert. Þarna var Björgvin skilinn eftir 1 með boltan utan vallar. En hér á lag kemur hún á Orri í skotið, ekkert nema net. Já, fullt einfalt, en þarna sáum við hvað er hægt að gera í sókninni hjá Skagamönnum. Menn voru að gefa boltan og kötta leið og kom hreyfing á vörnina og þá var hægt að keyra inn. Jónas Frank fer í þristinn og setur hann. Frábær leikur hjá Frank Gerritsen hér í kvöld. Hann er að nýta sénsinn hérna í byrjunarliðinu. Svo verður það forvitnilegt að sjá einmitt líka fyrir bara næsta tímabil. Eru þessi strákar inn í myndinni, þá hafa þeir viljan og áhugan á að halda áfram eða reynaði fyrir sér annar staðar. Fyrsta deildin verður náttúrulega stórkostlega á næsta ári. Já. Við erum að tala KR, IR. Ég var að velta því fyrir mér á kaffistofunni núna í vikunni. Hvað gerir þetta fyrir lið eins og IA sem að verður erfiðara að sækja sér leikmenn af Reykjavíkursvæðinu í svona venslasamningum með lánsamningum þegar að lið eins og KR og IR er í fyrstdeildinni og mögulega er að fara að reyna að ná sér í leikmenn? Já, það er klárlega minna á milli handana á þessum félögum í fyrstu deildinni, IR og KR þar að segja. Þannig að þau eru klárlega að fara að bítast mikið af sömu bitum og IA og fleiri lið í fyrstu deildinni, en á móti kemur að þetta eru stóri klúbbar. Þannig að það er mikið af ungum leikmennum sem er að reyna að fá sénsinn þar. Algjörlega, þetta er bara maður íðar í skinninu hérna fyrir næsta vetur að fá þessi lið hérna sem eru náttúrulega búin að vera. Já, það er ekki mörg ár síðan að KR og IR voru í úrslitarimmu Íslandsmeistaratitilinn. Nákvæmlega, það er svolítið súrrealískt. Er það ekki bara 2018 en 19? Bara 4 ár síðan, ekki? Þetta er bara lygilegt fall hjá í rauninni báðum þessum félögum. Já. Maður trúir þess ekki ennþá. Lucien út í hornið á LR. 2 stig, Bentoni. Flautukarfa, við elskum það. 34-38 er staðan hér þegar að gengið til Búnisherbyggja í hálfleik. Ég ætla mér að reyna að fara í smá viðgerðir hér á meðan við tökum okkur pásu en komum aftur með síðari hálfleikin hérna eftir 14 mínútur 41 sekúndur. Ekki fara langt.
Velkominir aftur áhorfendur góðir. Örn Arnarsson og Bjarki Jens heilsa ykkur hér með framundan síðasti hálfleikurinn á þessu tímabili í fyrstu deild karla. Allavega hjá heimamönnum staðan 34-38, gestunum í vil. Hvað heldurðu, Bjarki, að Nebojša Knežević, þjálfari í að hafi verið svona lagt mest púður í hálfleiksræðinni hjá sér? Ég held að það sé hreyfanleiki í sókninni og nýta þessi mismatch, sérstaklega fyrir Jalen á póstinum. Skagamenn hafa ekki verið að spila vel það sem af en það munar bara 4 stigum. Akkurat, Skallagrímur er ekki búin að ná að sigla eitthvað fram úr. Þeir eru búin að ná að hanga í þeim Skagamenn, þannig að það er allavega góð sviti. Já, ég myndi nú segja það að með við það svona tilfinningi sem maður hefur einmitt að Skallagrímsmenn hafi verið töluvert mikið betri en eru bara búin að skora 38 stig. Akkurat. Þannig að vörnin er allavega verið vera að virka þokkalega. Já, þeir eru búin að ná nokkru raunum þar sem þeir hafa fengið auðvelda körfur. En svo hafa Skagamenn náða að loka fyrir það og gert það nokkuð vel. Þannig að það er góð sviti og vonandi að Skagamenn mæti ákveðnari hérna til leiks í seinni hálfleik og geri alvöru áhlaup á Skallagrímsmenn. Gaman að segja frá því að tæknimenn okkar náðu að kippa klukkunni í liðin í hálfleiknum. Þetta hljómar eins og við séum með svona teymi af fólki í kringum okkur hérna. Það er ágætt. En það eru Skallagrímsmenn sem að byrja, sýnist að vera, það er byrjunarlið sem að, hjá báðum liðum sem að byrja síðara hálfleikinn. Keith Jordan fer í þristina þessu sinni, skakkur, Lucien með frákastið. Getum alveg sætt okkur við svona tilraunir. Þá er það Skagamenn. Frank sem átti virkilega góðan leik í fyrri hálfleik. Tekur upp boltan hérna, kemur hún minn á Jónas, 4 sekúndur á klukkunni. Hann þarf að skjóta, það var erfitt en snerti ekki hringinn, segja þeir. Villa á númer 20. Þetta var Villa og Milorad. Já, það var alveg þetta var svona flautuvilla. Þetta var bara alveg við það þegar að í rauninni skotklukkan leið í frákastinu. Þetta var svona frekar klaufalegt hjá honum. En eins og ég segi, Frank Gerritsen með 11 stig fyrir Skagan í fyrri hálfleik og búinn að vera virkilega svona frískur. Lucien fyrir þristinn, setur það niður. Minka munni 1 stig. Við eigum Lucien alveg inni í þessum leik. Skotnýtingin hefur farið batnandi eftir sem hann líður á leikinn. Milorad í þristinn, allt og langur. Þetta voru fyrstu stigin hjá Lucien í leiknum, hann vonandi að hann fara detta í gang. Já. Gabriel svo sem aftur slök sending inn á Jalen. Keith Jordan á Björgvin keyrir inn á körfunni, hann ætlaði Lucien að berja þetta eitthvað, ég veit ekki hvert. Keith Jordan gerir þetta virkilega smekklega. Vantar ekki kraftin í hann þegar hann keyrir inn á körfunni. Jónas með orra á sér fyrir skotið. Erfitt og langur bolti fram á Bergþór sem að skila þessu niður. Þetta eru þessi auðveldu stig, þeir eru snöggir að refsa fyrir að einmitt að þeir eru mun fljótari fram en Skagamenn til að koma tilbaka. Já, þetta var hann að sérst svolítið að erfitt fyrir Jónas að reyna að ýta manninum inn í teig. Frank stegur boltanum og nú getum við séð eitthvað Jalen og Villa dæmd á Björgvin. Þetta er önnur leið til þess að komast hjá því að vera settur á okkar plakat. Smekklega gert og engin óþrjóttamannsleg Villa hana. Nei, fyrsta Villan á Björgvin í kvöld. Hann átti þetta alveg inni. Þetta var ekki óþarfi samt svona fyrir... Já, það hefði verið fínt að við geta jafnað plakatskorið í 1-1. Já. Jalen setur fyrra víti niður. En það sem hefur verið að hugsa núna svona í þessum síðustu leikjum að fá í rauninni bara einmitt sko
eftir að Ía misti endanlega af þessu úrslitakeppnissæti sem að vissulega var svona fjarlægur möguleiki þegar 5 umferðir voru eftir. Þá svona óskaði maður bara að sjá þá svona ljúka tímabilinu með svolítið sæmt. Þú hafa ekki mikið upp á að spila. Þeir hafa farið upp sæti frábærlega gert hjá Lucien. Búin að ná að vinna sig upp úr 9. sætinu upp í 8. sætið. Bara svona enda tímabilið einhvern veginn á jákvæðum nótum. Já, það er alltaf gott að klára sterkt. Taka það sem næst inn í næsta tímabil. Já. Skagamenn að koma nokkuð ákveðnir hérna inn í síðari. Frank, frábærlega gert hjá Frank Gerritsen og það er leikli Skallagrímur með koma hálf sofandi hérna inn í síðari hálfleikinn. Kærulausir hafa virkað á köflum hérna sóknarlega en Skagamenn ganga á lagið, komnir yfir. Bæði Frank og Jalen með að sína ótrúlega mikið jafnvægi þegar þeir klára þessar síðustu 2 körfur hjá Skagamönnum. Ótrúlega vel gert hjá þeim báðum. En þarna sjáum við líka að hvað vörnin skiptir miklu máli. Hann eru Skagamenn aggressífir og eru að stela boltum og þá fáum við auðvitað körfur. Þetta er þessar körfur sem við vorum að horfa á Skallagrím skora ítrekkað í fyrri hálfleik en sáum ekki mikið af þessum körfum hraðuplaup eftir stólinn bolta hjá Skagamönnum. Það vantaði í rauninni í fyrri hálfleiknum en þetta er virkilega góð byrjun og á þessum tæpu 3 mínútum er búin að snúa leiknum sér í vil og skynsamlegt hjá Atla að taka leikli held ég hjá Skallagrími strax og reyna að stoppa þetta í fæðingu. Skagamenn þurfa að halda áfram með þetta intensity í vörninni. Með ekki vera að gefa Skallagrímsmönnum opin skot. Þeir eru heitir fyrir utan. Geta sýnt að þeir geta alltaf dottið í gang. Algjörlega halda orkustíginu uppi. Þá er það Skallagrímsmenn að reyna að koma sér í gang aftur. Orri Mýrálað, Gabriel til varnar. Mýrálað bakkar inn. Keith kemur á ferðinni og það er Karva góð og vill að auki. Það var ansi smekklega klárað hjá Keith og það er Jalen Dupree sem er dæmdur brotlegur. Fannar kom inn á það hérna síðast þegar við vorum hérna saman gegn Ármanni. Nei, þetta var ekki villan það er Jónas. Hann kvartaði stundum yfir því að Jalen væri of mikið að hugsa að fá einhverja svona flott variðskot heldur en að koma bara í vörnina og í hjálpina og loka í rauninni leiðinni fyrir mannin sem var að koma inn á körfunni. Já, það er alveg mjög valið punktur og við erum búin að sjá það núna 4 eða 5 sinnum í kvöld að hann er að koma á móti sóknarmanninum með látum og reyna að ná þessu highlight blokki kannski frekar en að bara stíga fyrir og koma í veg fyrir skotið. Orri brýtur á Jalen. Orri fær að slást við hann og hefur nú svo sem alveg náða haldunum vel frá körfunni þó það munið þarna einhverjum 15 cm á þeim. Já, það undirstrikar kannski hversu erfitt það var þá fyrir Ellert að reyna að ýta honum. Já. Lár þyngdarpunktur getur nú oft unnið á móti, kannski hæðamismun. Lucien í þristinn og Jónas með í baratunum frákasti Keith frekari. Ætlaði ég að segja frábær vörn hjá Frank þarna. En vill að dæmt. Nei, Bósi var að biðja um uppkast annað hinum megin. Já, í frákastinu. Bergþór í þristinn, hittir ekki. Orri grimmur í sóknarfrákastinu. Og Orri, Jalen er að trufla nóg.
Jalen að reyna að koma sér í stöðu hérna. Gabriel með Bergþór á sér. Fínasta sendingin á Jónas sem að skila þessu niður. Jónas hóf þennan leik af krafti, hefur aðeins svona slakað á í skoruninni síðan þá. Og Mirolat og Gabriel til varnar og villa dæmt á Gabriel. Áhugaverð rimma hana. Sá þá kýtast aðeins áður en að boltinn kom hana, áður en hann fór í hreyfinguna. Já, það var á 2 stöðum á vellinum á sama tíma, smá svona Mirolat og Gabriel fer í gólfið, ekki dæmt. Þristurinn hins vegar ekki. Og frábærlega gert hjá Björgvini að mér sýndist áminning hérna á Gabriel. Þá þarf hann að passa sig. Og fær hann bara tæknivillir næst fyrir bara næsta hóst. Keith. Þá Bergþór. Sama. Keith var hérna með Frank á sér og ætlaði í árásina en sendingin fór af Skagamanni og aftur fyrir. Eins og Skallagrímur er að spila í þessum leik, Bjarki, þá er ég ekki alveg eins viss í minni sök eins og ég var áðan þegar ég var að tala rimmuna Sindri Skallagrímur. Þeir þurfa að gera töluvert betur. Já, en þeir hafa sýnt hérna. Þeir hafa sýnt svona glimps, svona ákveðna klippur sko, en dotti niður í svona einhver ákveðna meðalmennsku inn á milli. Já, það þarf að gera betur í úrslitakeppninni. Ekki spurning. Þannig að rann skóklukkan út. Já. Og skipting Marino kemur inn á fyrir Björgvin. En svo spurning hvort að menn séu kannski eitthvað værukærir hálfpartinn að hvíla sig fyrir úrslitakeppnina, maður veit það ekki. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega kannski erfitt að mótivera sig í rauninni. Þegar þið vita að úrslitakeppnin er bara handað með hotnið og menn vilja ekkert vera að meiðast og eitthvað slíkt sko, en Jónas sendingi frá honum slök. Bergþór hirði boltan hana og Keith í árásina, nær ekki að klára þetta. Jalen truflaði hann nóg hana. Jalen Dupree, Skagamenn 5-4, þetta er ekki vel leist en Keith, Jalen nær boltan að matu Gabriel með flotta reyfingu inn að körfunni og setur það niður. Þetta gerir Gabriel vel. Jalen hafi verið heppinn að fá ekki dæmt að vill á sig þarna, við tökum því, en vel gert að Gabriel er klára. Sammála því. Orri á Keith sem að leita mikið hérna út fyrir núna. Bergþór snýr sig við. Þetta er nú bara beint úr af æfingarsvæðinu. Vissi allan tíma hvað Karvan var hérna. Lucien á Gabriel. Og þarf að halda áfram að hreyfa boltan. Lucien í fyrsta dribblinu. Það er aldrei eins gott. Marino, Frank er eins og bífluga í kringum hann hérna. Út á Orri Tristin, hittir ekki en sóknar frákast. Og boltinn enda bara í fangin á Gabriel Adesteg. Já, þannig að virtust menn bara hafa sofnað, var enginn að pikka upp mann þegar þurfti að stíga út. Jalen í Tristin, hittir ekki, ágæti skot, engan síður. Hefur alveg sýnt það í vetur að hann á þetta til í vopnabúrunni hjá sér. Skemmtilega gert hjá Marino hérna og enn einu sinni er köttið algjörlega framkvæmt á hárréttum tíma. Já, það var ótrúlega góð hreyfing. Skildi varnarmanninn eftir og eins og þeir gerðu svo ofta áður í fyrri hálfleik þá var bara maður mættur undir körfuna á réttum tíma. Jalen, það er tvöfaldað á hann, alveg svo skot og frábærlega gert. Nú þarf hann að passa sig samt að
fagn ekki of, en þetta var, þarna gerði hann virkilega vel. Búinn að vera að fá mikla snertingar. Fær tiltal frá dómaranum. Já. Fyrir þessa pillu í fagninu, en vel klárað. Virkilega jafna metinn og getur komið skaganum yfir á ný. Hann er 6 af 7 á línunni í kvöld. Já, setur hann niður. Jólat. Keith Jordan fer á stað. Jalen með fína vörn, stekkur frá körfunni, setur þetta niður, fallegt skot. Þannig við að missa boltan, bjargast fyrir horn. Skagamenn geta ennþá jafnað bæði Ármann og Selfoss að stigum í deildinni, eins og komin á hann, þeir eru í 8. sæti núna með 20 stig, fyrir ofan þá Ármann og Selfoss með 22. Þannig að talandi að enda tímabilið á svona jákvæðum nótum og taka það með sér inn í næsta tímabil, það lítur alltaf betur út að vera einu sætinu ofar. Algjörlega. Hjálpa líka til að það þarf að samfæra leikmennum að koma. Akkurat. En Skagamenn þurfa að vera duglegri við það að hreyfa sig þegar Jalen er að fá boltan. Skallagrímur eru búin að tvöfalda á hann í síðustu 3 sóknum niður á póstinum. Algjörlega. Keith reynir að þræða hérna nálaraugað og villan dæmd á Ellert eða hvað? Eða er það Gabriel? Nei, það er Ellert sem að fær þessa villu. Það verið íðin við að næla sér í villur þessa mínútur sem hann hefur fengið að spila. Hann er þá þriðji Skagamaðurinn með 3 villur. Gabriel og Lucian sömuleiðis. Já, þeir fá hvíld núna á. Julius Duranona kemur inn á og Frank Gerritsen einnig. Síðan að vitið onni hjá Keith. En við erum að stefnir í að við séum að fara að fá leik hérna, vonandi alla leið að loka flautinu. Julius inn á Jalen, alveg við ringbóðan hérna. Frank í þristinn, beint onni, hann er á eldi í kvöld. Hvað er þetta, 4. þristurinn hjá honum? Þetta er 4., já, hann er þá núna 4 af 6. Erfir Hengja Keith sem að skilaði ekki stigum. Frank. Og villa dæmt á Marino. Nú var ég nú forvitinn þetta, ég einhvern veginn hefur tilfellinu hafa Skagamenn leitt með meira en einu stigi í þessum leik. Ég er ekki svo viss um það nefnilega. 2 stigum. 2 stigum. Já. Skiptingar hjá Skallagrími, Björgvin kemur inn á og Davíð Guðmundsson, Mírolat og Keith Jordan fara að velli. Jalen Dupree á vítalínuna. Já. 2 stiga munur. Og já, Jalen alveg öryggi uppmála á vítalínunni. Já, hann er búinn að vera mjög heitur á vítalínunni í kvöld. 2 stiga munur. Íslensk liðin á hjá Skallagrími núna. Marino keyrir inn að körfunni, Björgvin kemur inn á réttum tíma, Jalen tekur frákastið.
og góð vörðan hjá Jalen. Hoppaði bara upp, var ekkert að reyna að blokka þetta þannig. Frank í enn eitt þristinn, aðeins og langur. Júlíus með frábæra baráttu þarna og villa dæmt á Kristján Örn. Og Jónas fyrir á vítalínuna. Ekkert nema net. 56-52. Þriði leiklutin að spilast vel fyrir Skagamenn. Voru 4 stigum undir þegar hann hófst. Þeir eru konið 5 stigum yfir núna. Og Skallagrímsmenn keyra hérna inn. Marino, Davíð, ekki. Júlíus gaf honum ekki nógan tíma hérna. Higg í sóknarleiknum hjá Skallagrími núna. Og Marino, Ellert með fína vörð. Marino í mjög erfitt skot. Ja, þetta frábær vörð. Hann fær blokkeringu en mættur leið til að kontesta skotið. Hversu mikilvægt væri það fyrir heimamenn í rauninni að taka tvöfalt á móti Skallagrími á Akranesi á þessu tímabili? Upp á Skagastolti þá er það rosalega mikilvægt. Já. Við verðum bara að hafa það alveg á hreinu. Það er náttúrulega bara 4 stig og allt það en enga sér, þetta eru kannski þetta er 4 dýrmætari stig heldur en mörg önnur. En þarna fór nú klukkan í gang og snemma líklega. Sendi ekki fram á Júlíus finnur Ellert. Síðasta skotið Skagamanna, dæmt villa á Marino. Hann vill nú meina honum hafi verið brugðið þarna, sýnist mér. Og þá fer Ellert á vítalínuna. 14 sekúndur eftir. Skagamenn hefur verið að síga fram úr af vítalínunni núna þessar síðustu mínútur. Já, Skallagrímur eru búin að brjóta og Skagamenn hafa verið að nýta þessi víti sem er svo ótrúlega mikilvægt. Já, Daði Már Alfreðsson að koma inn á fyrir Jalen Dupree held ég. Á að gefa honum auka pásu hérna. Það er að segja ef Ellert setur víti niður þá kemur hann inn á sem hann gerir og þá er skiptingin. Daði kemur inn á fyrir Jalen. 59-52. Fjórtán sekúndur sem að Skallagrímur hefur til þess að klóra í bakkann hérna. Björgvin keyrir inn að hverju frábær vörn hjá Frank. Gríðarlega sprækur varnarmaður þessi strákur. Og svo sem búinn að sýna sóknarhæfileikarna líka hérna í kvöld. Já, hann er hraður og hann er líka sterkur, þannig að hann er ekkert að bakka úr svona áskorun. 3,4 eftir og sendingin út í horni á Kristján í þristin. Þetta var of auðvelt. Hann var galopinn hann í horninu. Og nærað klóri bakkan fyrir gestina 59-55. Spurningum að fá kannski stigahæstu menn. Jalen, hann er með 17 stig hjá Skagamönnum og Frank með 16. Og Skallagrímsmenn er Keith með 17 og Milorad með 11. En það sem að skildi að í þessum leikluta voru vítin. Skagamenn eru 93% af vítalínunni í kvöld á meðan að Skallagrímur í öllum leiknum er 71%. Það munar þetta. Og Skagamenn hafa fengið töluvert fleiri víti. Hvað er 7 hjá Skallagrímur gegn 16 hjá IA. Já. Þetta ég satt nú hérna með Hannibal Haugsinni hérna fyrr í vetur og þar sem hann kvartaði sáran yfir þessu og hann var búinn að liggja yfir tölfræðinni að IA fengi miklu færri víti heldur en andstæðingarnar í öllum okkar leikjum, en það er akkurat öfugt hér í kvöld. Já, það er kannski að þetta hafi verið tekið fyrir á vídeofundi fyrir leikinn. Menn er að sækja á körfuna og uppskera eftir því. Já. Þannig að við erum hérna með æsispennandi leik hér í loka umferðinni og við viljum að sjálfsögðu fá bara Skaga sigur hérna fyrir af svo mörgum ástæðum.
sama lið áfram inn á hjá IA. Sýnist mér. Það verður forvitnilegt að sjá hvort Atli nær aðeins að berja sína menn í gang aftur. En ég sé að það er óbreytt lið inni hjá þeim einnig. Frá leikhlutaskiptunum. Það var spurning hvort hann ætla að leyfa lykilmönnum kannski að hvíla sig byrjun fjórða. Það er enginn í villumvandræðum eða neitt svoleiðis. Er úrslitakeppnin að byrja bara strax í byrjun næstu viku? Er þetta hvað, þriðjudagur, föstudagur? Leikjaplanið, manstu hvernig var það ekki oft einhvern veginn svoleiðis, það er svo langt sem að vera að spila í úrslitakeppninni sko. Við vorum að rifja upp náttúrulega hérna, gamla góða minningar hérna, okkur minnir að það sé 2010 en það er kannski einhverju betri sakfræði menn en við sem að getu verið með það nákvæmt þegar að þessi tvö lið mættust í úrslitarimmunni laust sæti í úrvalsdeildinni. Já, Skallagrímur, það fór í 8 leik í Borgarnesi. Júlíus Duranóna skilar þessu niður í mjög eftirminnilegri rimmu þegar þar sem að heimaleikur IA í þeirri rimmu fór fram á Jaðarsbökkum. Tróðfullum Jaðarsbökkum. Já. Alveg sneisafullum Davíð í þristinn. Hann hefur ekki sett neitt ennþá. Jalen nær ekki að grípa frákastið. En Davíð er búinn að er hann 0-4 eða 5? Þetta er töluverður viðsnúningur hjá honum frá því síðasta leik. Jónas nær þessum bolta, missir hann aftur Björgvin, skilar þessu niður. Minnir mig pínu á Áskil Jónsson í kringum körfuna að Björgvin þegar hann er að klára þessu stuttafæri og keyrir inn að körfunni og kött inn að körfunni. Já, það er alveg greinlegt touch þarna og kannski að Áskell hafi skilið eitthvað eftir sig þarna upp í Borgarnesi. Já. Kennt mönnum sitthvað á sínum tíma þar. Já, hann alltaf tók feilspor þarna með að vera í Borgarnesi einhver tíma. Björgvin, þarna vantar, þarna var Júlíus aðeins og hikandi að henda sér á þetta og endar á að brjóta á Björgvinni. En ég held nefnilega að það sé augljóst mál að þeir sem eru að spila fyrir Skallagrím núna, þetta eru akkurat menn sem að þeim er ekkert sama hvernig þessi leikur fer. Nei, það er alltaf stoppið þarna. Borgnesingarnir. Það er þá full öðulkarfa á Skallagrím. Já, Júlíus inn á Jalen, taupsending, ekki sáttur með sig þarna drengurinn og Lucien stendur beint upp og Júli fer að velli, er í smá vandræðum, skoraði góða körfu hérna rétt á hann. Já, hann er búinn að eiga nokkra tapaða bolt í kvöld. Kristján á Davíð, Frank eldir hann og Björgvin út í hornið á Marino, hann í þristinn, skilar í niður og kemur Borgnesingum aftur yfir, 62-61. Góðu kafli núna í upphafi fjórða leikhlutans hérna hjá gestunum. Nú þurfum við að fá svar. Ellert í þristinn, beint onni, svarið komið. Takk hjá fyrir það, Elli. Þetta var akkurat það sem Skagamenn þurftu, aðeins að slökkva í þessu rönni hjá Skallagrím. Björgvin og Kristján. Lucien. Stíf vörn á hana, Kristján. Síðan í þristinn. Var þetta varið skot hreinlega? Þetta var það skakt að Frank á Ellert og Jalen í þristinn. Þessi hefði alveg mátt þetta. Frábær barátta í frákastinu þarna. Ellert nær að slá hann til Luciens. Frank í þristinn. Aðeins og langur. Hörkur barátta í frákastinu þarna. Þessi tveir svona stemmingsþrista tilraunir hérna í þessari sókn. Marino fer í sinn eigin. Hann er allt annað en stemmings þessi.
þetta var ekki góð ákvörðun að taka að reyna þarna góðum metir fyrir utan teig á þessu tímpúti í sókninni. Við tökum því. Já, þetta vill nú oft verða þegar menn eru nýbúin að setja einn að þá sjáður hvort að þeir séu á öldinni ennþá sko. En í þessu tilfelli þá var það sem kallað brimbrettamennir wipeout. Og Gabriel með Björgvin á sér hérna fyrir árásina. Næri ekki að koma sér inn að körfunni á Jalen, 3 sekúndur á klukkunni, 2, Jalen og stuttur. Kemur langur bolti fram, Bergþór og Gabriel Adesteg mættur. Þarna hefði ég viljað sjá Jalen fara sterkan upp frekar en að bakka í fade og í twist. Það er óþarflega erfitt. Já, ég sammála því. Kannski hann svona hefur verið hans helsti akkillesar hæll í þessari stöðu sem hann er að spila. Hann hefur verið of gjarn á að fara frekar frá körfunni heldur en að körfunni í vetur. Björgvin frábærlega gert hjá honum. Jafna metinn. 6 mínútur eftir, tæpar. Þá kemur Keith Jordan inn á, sendingi frá Lucien inn á Jalen. Jalen með Davíð á sér, brotið á hann virtist vera þarna, hann klárar þetta. Þetta er akkurat það sem við vorum að biðja hann Þarna á hann að vera. Hann er með stærðina og skrokkinni að vera þarna undir að berjast. Hann á ekki að þurfa að bakka þarna út. Frábær hreyfing á sóknarleiknum hjá Skallagrími. Kristján með Ellert á sér, sendingin yfir á Björgvin sem er mættur þar í köttið. Skilar þessu niður. Virkilega góðu leikur hjá Björgvinni. Gabriel á Frank, inn á Jalen, kemur hjálpa vörnin strax og vill að dæmda á Kristján. Þetta er það sem við erum að tala um, akkurat þetta. Bakka inn í varnarmanninn og fara sterkur upp. Þeir geta ekkert annað gert brjóta. Nei, þetta er akkurat karfaðið að villa. Það er akkurat þannig og hann er búinn að sýna það á línunni í kvöld að hann getur klárað þetta þar. 9 af 10. Það koma Keith og Milorad inn á. Fyrir Davíð og Kristján. Nei, það misnotaði hann eitt. Síðara vítið ratar rétta leið og kemur Skagamönnum aftur yfir 67-66. Kristján og Keith og Björgvin með nóg pláss þarna, Milorad of langur, Jalen með frákast. Hann hefur ekki náð að finna körfuna þarna megin eins vel og eins og í fyrri hálfleiknum. Nei, hann er búinn að vera rólegur í seinni hálfleik. Lucien út í hornið og Ellert sem fer í þristin. Beintoni, frábærlega gert, þannig að Lucien bjóð þetta til. Náði að keyra passlega mikið inn í vörnina til að draga hann aðeins saman og keypti tíma fyrir Ellert að fá þetta opna skot. Milorad á Keith. Hann fer í þristin. Það fer niður. Já. Hvorugt liðið hefur verið að ná að slíta sér almennilega frá hinu. Gabriel með tæpa sendingu þarna. Frank nær að vinna boltan þarna. Út í hornið á Jalen. Og Ellert með gott kött þarna inn. Já, sá hann aðeins og seint á Jalen. Hann var að hugsa skotið. Já. Jafnvel dræfið en góð barátta á Skagamönnum. Og þá er spurning með væntanlega núna með skotklukkuna, 1 sekúnda á klukkunni eða hvað? Og það er bara beint inn á Jalen, þetta er frábærlega gert, það þurfti ekkert að teikna þetta upp. Þetta var ótrúlega vel gert. Já, en eflaust mætti gagnrýna kannski varnarleikinn þarna.
Það mátti alveg segja sér að það væri eitthvað svona í vændum. Bergþór á Kristján og Milorad og Frank brýtur á honum. 3,5 mínúta eftir, 3 stiga munur. Þetta bara önnur villan á Frank. Hann í góðum málum. Orri kemur inn á fyrir Kristján. Björgvin. Frank í bakinu. Og það villa á Ellert. Væntanlega hans 4. eða hvað. Já. Já, lítið hægt að segja því þegar það stegir svona til sóknarmannsins. Það eru áhugaverðir hlutir að gerast í fyrstu deildinni hér í kvöld. Það eru fleiri leikir í gangi. Hamar 78, Fjölnir 72, en það sem að vekur áhuga á minn hér er Þór Akureyri 95, Hrunamenn 67. Og Selfyssingar að vinna Ármenninga og það vantar ekki tilþrifin hjá Keith Jordan. Sindri að vinna Álftanes. Álfnesingar bara komnir í sumarfrí nánast. Sendingin inn á Jalen. Jalen þarna Óbjörn ná ekki að klára þetta. Já. En þessi úrslit þýða að Skagamenn ná að jafna Ármenninga ef þeir vinna þennan leik í kvöld, þar að segja. Ná að jafna Ármenninga stigum en sitja fyrir neðan þá á innbyrðis viðureignum, þannig að 8. sætið verður niðurstaðan sama hvað. En ég held að Þórsarar að taka hérna Hrunamenn í bakarið finnst mér áhugavert. Þórsarar er búin að vinna 1 leik í vetur fyrir þessa umferð hér. Hrunamenn sitja í 9. sæti með 18 stig, 2 stigum minna en Skaginn. Jalen skorar úr báðum vítunum og eykur munin aftur í 3 stig. Hann heldur upptökum hætti á vítalínunni. Björgvin á Keith sem fer í þristinn, skakkur. En Bergþór nær frákastinu en nær ekki að skila því niður. Og Skaginn fer í sókn. 2:30 eftir. Og nú það bara að halda áfram að spila sóknarleikinn. Jalen Bergþór í bakinu á honum. Sendingin lesin af Jordan. Já, það full mikið kærleysi. Nær ekki að skila þessu niður. Jalen er mættur í frákastið. Var heldur ekki fengnum hlut í körfubolta. Það þarf að halda áfram að sækja og sóknarvilla dæmt á Gabriel Adesteg. Gabriel skilur ekki neitt. Hann var full ákafur þarna. 4. villan á hann. Já, þannig að ef þetta fyrir framlíkingu þá erum við með 2 Skagamenn á 4 villum. Gabriel og Ellert. Keith Jordan hefur ekki fengið villu í síðari hálfleik, það? Nei, hann er ennþá á 3. Já. Björgvin keyrir inn að körfunni. Gabriel með fína hjálpaverð, hann lokaði leiðinni fyrir honum. Keith Jordan, Frank til varnar á Milorad. Jalen gerir nóg til að trufla hann en gríðarleg baráttum frákasti og það er uppkast og það er skallagrímsmenn og tæknivilla á Milorad sem að væntanlega gerir það verkum að nú er ég ekki viss með hvernig það virkar. Það var búið að dæma uppkast, sem kemur tæknivilla og tæknivilla á bekkinn líka, þannig að þá er Skaginn sem að fær boltan væntanlega. Já. Milorad vildi meina að Jalen hefði farið í skothöndina eftir skotið.
hafði mögulega eitthvað til síns máls. Já, en ég myndi halda að þá Lucien á leiðin á vítalínuna fyrir Skagan. Það verður forvitnilegt að sjá vegna þess að uppkastsörin bendi til að Skallagrímur hefði átt boltan, en þar sem að kom tæknivill á bekkinn líka hefði ég haldið að boltinn yrði dæmdur Skagamönnum. Lucien misnóttar síðara vítið, en það innkast sem Skallagrímur á. Þetta hefði ég haldið að tæknivillan á bekkinn hefði trompað það í rauninni. Já. En ég treysti því að dómararnir þekki reglunum betur en ég. Já, þeir viti betur. Og 4 stiga munur, 1:42 eftir. Orri fær hann úr innkastinu. Milorad fer í árásina, Gabriel með fína vörn en glæsileg hreyfing, og þá Leiklie sem að Nebojsa tekur 1:35 eftir, 2 stiga munur. Nú vill hann væntanlega brýna sína menn í að halda ákunnum haus það sem eftirlifi leiks. Sækja körfu, við þurfum að fá stig á töfluna, fleiri nýta sóknina sem framöndan Algjörlega, og reyna að halda áfram með það sem hefur gengið vel í leiknum hingað til. Það að finna Jalen niðri og að reyna að einangra hann, þannig að hann geti farið sterkt á varnarmannin, eða þá að sáum við líka áðan þegar Lucien keyrði inn á körfuna, fekk hjálpavörðin á sig, og þá gat hann fundið mann í horninu, opinn þristur. Það er svona þessi hluti sem eru búin að vera ganga upp í seinni hálfleik hjá okkur. Einmitt. Það það sem þetta gengur út á. Til þess að opna meðspilarana þá þarf þetta að draga fleiri í þig áður og þú sendir boltan frá þér. Og það líka það sem er búið að gerast á póstinum hjá Skagamönnum, að það er verið að tvítdekka Jalen, og þá er alltaf opinn maður og það þarf að finna hann. Já, þetta æsispennandi leikur. Þetta akkurat það sem maður vildi sjá hér. Ekki nokkuð spurning. Eins og við höfum komið inn að það miklu meira undir heldur en að taflan segir til Það hafa verið skemmtilegi leikir á milli þessara liða. Báðir leikirnir það sem af tímabili, og þessi spennandi. Svo staðan í dag, þá eru þetta stórveldi inn á Austurlandi í körfubolta. Það bara svoleiðis. Það þannig. Það var það Skaginn sem á innkastið. Lucien á Ellert. Skallagrímur pressar allan völlinn. Jalen fær hann á miðjunni, við það missa hann hann. Orri öflugur hann í vörnina á honum. Ellert á Lucien, 10 sekúndur á klukkunni. Gabriel úti í horni á Frank. Frank fer í þristin, hittir ekki. Skallagrímur með frákast. Björgvin. Og Frank mættur og nær ekki að bjarga þessum. En 2 stiga munur. Á góð barátta hjá Frank. Já. Mismundaði skotið hinum megin og var mættur til þess að stoppa hraðuplaup hjá Skallagrim. Milorad í skotið, allt og stuttur. Lucien með frákastið. Skynsamlegt að nýta sem mesta klukkunu þetta. Án þess þó að það verður ógna samt. Lucien verður rótering hann að Gabriel fyrir þristi. Gabriel setur hann niður! Okkur hefur vantað Gabriel, fleiri stig frá Gabriel hér í kvöld. En þarna kom hann aldeilis og steig upp. Eykur munin í 5 stig. Þeirra 45 sekúndur eftir og Atli tekur Leiklie. Þetta var stórt. Þetta var risastór þristur. Og hann búinn að vera rólegur í sókninni í kvöld. Þarna steig hann upp, gerði nákvæmlega það sem hann þurfti að gera. Og nú spurning hvort það einhver leið inn, eins og við vitum 45 sekúndur geta verið lengi að líða í körfubolta.
Þetta var góður þyrstur upp á það að gera. Þetta ekki einna sóknarleikur. Algjörlega. Þeir þurfa alltaf 2 tilraunir og með 45 sekúndur eftir, það þýðir að þeir væntanlega, ef að Skagamenn ná að halda boltanum og spila skotklukkuna, sérstaklega þá næstu, að þá Skallagrímur alltaf að fara að þurfa að brjóta. Já. Þannig að Skagamenn þurfa að vera passa boltan vel. Akkurat. Ekki leyfa hann eina stolna bolta. Þeir þurfa að fara vel með boltan. Skallagrímur mun pressa allan völlinn. Já. Þegar Skagamenn taka boltan inn. Bæði liði skotrétt, það allt í lagi að taka það með í reikningin einnig. Þannig að hver villa þýðir víti. Eflaust ekki veganestið inn í úrslitakeppnina sem að Skallagrímsmenn hefðu viljað að lenda í tapleik. En það kannski gjöfin sem að Skagamenn hefðu viljað gefa þeim. Svona sem en Björgvin á Keith, Björgvin snöggur, gríðarlega snöggur, hörð, frábærlega spila. Þetta virkilega vel teiknað upp kerfi hjá Skallagrímsmönnum hérna. Voru ekki lengi að skora þessi stig. En það munar 14 sekúndum á skot og leikklukku og munar 3 stigum. Lucien, nú þurfum við að fá eitthvað í gang fljótlega. Orri kemur í hjálpina, Lucien og Keith kemur og stelur boltanum. Keith keyrir á körfuna, Lucien brýtur á honum. Þetta var ekki, fannst mér, óíþróttamannsleg villa, gerði í rauninni bara tilraun í boltan þarna. Ég býst ekki við því að ég er mjög hissa að þeir breyta því. Já, með við línuna sem búið að leggja í kvöld þá... Já, 2 skot. Bara villa. Þetta á pari við það sem er búið að vera að fluta. Algjörlega. En Skallagrímsmenn búin að nýta þessar 14 sekúndur eða þessar 20 sekúndur mjög vel. Og búin að minnka þetta niður í 3 stig og 2 víti á leiðinni. Það getur verið hættulegu leikur að ætla að nýta klukkuna og vera bara á einhverju dribbli og í einhverjum svona stöðnum sóknarleik. Skagamenn eru í einhverja 20 sekúndur áður og þú fer að sækja á körfuna. Akkurat, Skagamenn eru búin að vera svolítið að dribbla fyrir utan teig, 2 metra fyrir utan teig, þeir eru ennþá 14 sekúndur eftir, ekkert farnir að hreyfa sig og að gera sig líklega til að ógna körfunni. Já, það væri klárlega vænlegri til árangurs að spila í rauninni bara sóknarleik með hreyfingu og spili og boltarhreyfingu. Já, algjörlega, spila þann sóknarleik sem að kom þeim í þetta forskot til að byrja með. Já, ég ætla að segja samt að þessi síðasta vörn á Skallagrími eins og það var virkilega vel útfærið í rauninni. Það var greinilegt að Jordan vissi í rauninni að boltinn væri á leiðinni þarna inn þegar hann stekkur á staði og stelur þessu bolta. Já, það var búið að bakka af Jalen hana og hann verður rauninni eini möguleikinn fyrir sóknar til að taka við boltanum í sókninni á Akranesi og Keith spottaði það bara leið. Það var búið að bakka á honum og hann kemur hlaupandi leið og hann sér að sendingin að fara að koma. Ég vil nú líka hrósa í rauninni Lucien fyrir þessa villu. Hann brýtur, hann er náttúrulega mættur fyrir það fyrsta. Jordan var mjög snöggur fram. Lucien var mættur fyrir framan hann sem er náttúrulega lykilatriði upp á þetta sé óðurhættumannsleg eða ekki óðurhættumannsleg villa. Algjörlega. Og brýtur líka þannig á honum að þetta bara villa og að hann næri ekki að klára skoti. Kemur Jónas inn á fyrir Lucien. Aðeins að auka hæðina. Já, hann er rauninni brýtur þannig að hann á aldrei séns á að fá endon hann. Þá stúkan sem er vel full í kvöld að vakna en fyrra vítið onni 2 stiga munur, 20 sekúndur má búast við ef hann setur þetta niður að Nebos takir leikhlé sem hann gerir ekki og frákastið fer til Skallagrímsmanna
Orri út í horni á Milorad fer í þristin, allt og langur, þeir taka frákasti Björgvin aftur, Jónas tekur það og brotið á honum síðan 8 sekúndur eftir, þarna voru bara Skagamenn stálheppnir. Stálheppnir, þeir áttu aldrei að missa þetta frákast frá sér. Þetta var sénsinn fyrir Skallagrím. Og þá leiklið sem að Nebojša Knežević tekur áður en að Jónas fer á línuna. Já, mér finnst þetta bara í rauninni stórfurðulegt. Jónas skipti inn á fyrir vítið og hann missir af frákastinu þarna. En 2 stiga munur og Jónas getur aukið munin í 4 stig hérna og sett þetta aftur í 2 sóknir sem náttúrulega bara, fer langt með að klára leikinn. Já, það En misnotan fyrra vítið. Þá geti komið upp mjög áhugaverð staða. Það er 8 sekúndur eftir, það er ekki mikill tími til að dribbla fram og ná skoti, en það er bara alveg eins og síðasta leik, það er spennandi loka sekundur. Algjörlega. Kannski að meðan við róum okkur niður, stigahæstu menn, kannski. Og að heyra það. Jalen kom með 24 stig fyrir Skagamenn, Frank með 16 og fyrir Skallagrím Keith með 25 og Milorad með 13. Hann búinn að vera rólegur í seinni hálfleik. Og Björgvin síðan með 12. 4 leikmenn yfir 10 stigum. Og sá næsti þar á eftir getur nú náð 10 stigunum núna. Þetta ágætis merki góð stigadreifing. Já, mjög góð. En það sem að vekur líka athygli að Lucian ekki einn af þeim. Hann er 2 af 11 í dag. Jónas gríðarlega öruggur, eykur munin í 3 stig. Og skurðurinn dýfkar hjá Skallagrímsmönnum, hann svellkaldur hérna og það leiklið hjá Borgnesingum. 4 stiga munur, þetta er þetta ókleif brekka fyrir Borgnesinga? Nei, í körfubolta það aldrei þannig. Þeir væntanlega þurfa að taka þeir snöggan þrist eða fara þeir bara að fá snögga körfu sama hvernig? Ég myndi segja að þeir taka bara snögga körfu sama hvað það er. Það er líklega að það verði þristur, en setja þeir það niður þá brjóta þeir og þá þetta í rauninni einn sóknar leikur sama hvernig fer, þannig að það möguleiki, en það hangir ansi mikið á þessu kerfi sem að Atli að teikna upp fyrir þá núna. Taka boltan væntanlega inn á sóknarhelmingi. Segir svo nú eiginlega sjálft. En þá veltir maður fyrir sér hvað Nebo að eggja sína menn áfram með núna fyrir þessar síðustu 8 sekúndur. Þeir vita hvað Skallagrímur er að fara að reyna að gera. Já, það sem hann að segja að passa að brjóta ekki. Þeir vilja ekki brjóta núna, að senda Skallagrím á línuna og myndu að stoppa klukkuna og gefa Skallagrím sín tækifæri að brjóta strax aftur á Skagamönnum. Algjörlega. Má giska á að Milorad sé sá sem á að reyna við skotið. Hann kemur upp, fær 2-falda hindrun, nær ekki skotinu fyrir en eftir. En það fer beint niður og Skagamenn með boltan, þeir ná ekki að brjóta. Frank út í hornið á Jónas og Skagamenn sigra og þeir eru búin að vinna 2-falt hér á Vesturgötunni. 80-79 og þetta skiptir áhorfendur hellingsmáli hérna í íþróttahúsinu á Vesturgötu. Þetta var ótrúlega góður þristur á Milorad, en Skallagrímsmenn náðu á einhvern ótrúlegan hátt ekki að brjóta Skagamönnum, þannig að þeir náðu að láta klukkuna renna út. Já, algjörlega. Þetta var bara, ég myndi segja, ágætis enda nikkur á þessu sveiflukennda en skemmtilega tímabili. Já, og
þessi leikur var kannski svolítið á pari við tímabilið, þetta var svolítið svona skrappi leikur, sást kannski á báðum liðum að tímabilið, þessi leikur skipti ekki máli hvað tímabilið varðaði en ótrúlega gott að klára tímabilið á sigri á heimavelli á móti Skallagrími. Algjörlega, og það er svona, það er svona smá bónus að þetta sé Skallagrímur en ekki eitthvað annað lið. Akkurat. En hvernig, svona, nú er þessi tímabil lokið, þetta var tímabil þar sem að, í rauninni tímabil sem IA átti að vera í annarri deild en fekk að vita með þokkalegum fyrirvara að þeir væri í fyrstu deildinni. Hvernig myndirðu meta svona í heildina? Er þetta tímabil jákvætt og kannski gefur þetta okkur einhverja svona hugmyndum hvað koma skal? Þetta tímabil er alltaf jákvætt, alveg sama hvernig á það er litið. Þegar lið fjall á síðustu leiktíð var að undirbúa fyrir aðra deild en að enda þá í 8. sæti í fyrstu deildinni, það er bara hægt að líta á það sem sigur. Þetta líka gefur Skagamönnum tækifæri á að byggja ofan á þennan hóp sem er hérna í dag og vonandi er það þá bara bjartari framtíð á Skaganum í körfunni. Já, það verður gaman að fylgjast með því og eins margir þessir ungu leikmenn sem við erum búin að bíða lengi eftir í meistaraflokkin stigu sín, ekki fyrstu skref á þessu tímabili en mikilvæg skref. Þar erum við að tala um Þór Frey, Dúranúna, Tvíburana, Tristan, Felix, margir þessum strákum, Daði sem fengu í rauninni yfir tímabilið fullt af mínútum, mikilvægum mínútum til þess að í rauninni að taka næsta skref. Þetta eru strákarnir sem við ætlum að byggja þetta lið á til framtíðar. Algjörlega, og það er líka það sem hefur vantað í körfuna á Skagan í rosalega mörg ár núna, og það er að sé stemning í yngri flokkunum sem að skila sér í meistaraflokkin. Það hefur ekki verið nógu mikið að gerast og það hefur ekki gengið nógu vel að halda yngri flokkunum mönnuðum í rauninni, en við sjáum það núna, þessir 2004, 5, 6 strákar sem eru núna að spila með meistaraflokki, þeir eru í þessu og þetta eru strákar með fullt af hæfileikum og að þeir fái mínútur á þessu tímabili, það er bara að fara að skila sér á næstu leiktíð. Já, og verðum við mjög forvitnlegast að fylgjast með því hvernig það gengur að safna lið, því að ég gæti alveg trúa því að það verði reynt fyrir í rauninni sumafrí, þannig að það gæti orðið bara gott langt undirbúningstímabil. Þetta eru ungi strákar eins og maður segir sem að hafa kannski ekkert mikið betra að gera en að vera í íþróttahúsinu að skjóta og drilla. Það verður gaman að sjá líka bara hvort að það bætist í hópinn. Algjörlega, og það er náttúrulega bara það sem að félagið vill að koma þessum hlutum á hreint sem fyrst, þannig að menn viti hvað landi liggur þegar undirbúningur byrjar fyrir næst tímabil. Ekki spurning. Bjarki Jens, það er búið að vera virkilega ánægilegt að hafa þið hérna með mér og ég skil ekki af hverju ég ekki löngu búin að biðja að koma áður. Vonandi endurtökum við þetta bara síðar. Algjörlega. En Örn Arnarsson heiti ég og ætla að þakka ykkur fyrir samfylgdina hér í kvöld. Guðmundur Kort Einarsson á myndavélinni á hróskilið fyrir sín störf og ég þakka honum fyrir þau. Minni á næstu beinu útsendingu hjá okkur sem er næsta föstudag þegar að kvennalið IA tekur á móti Hamri í Lengjubikar kvenna frá Akraneshöll. En þangað til að biðja ykkur bara að njóta helgarinnar og ef þið farið í fermingarveislu bara borðið ekki yfir ykkur. Takk fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir.